Eitt af stóru verkefnum sem að bara Orka náttúrunnar, Orkuveitan, Veitur að vinna í heitir blöndunarverkefni svo kallað. Og þetta risastórt verkefni fyrir okkur. Eitt af stærstu verkefnum sem held ég sem að Orkuveitan sem heild að taka að sér. Og mér langar svona aðeins að kafa aðeins ofan í bæði söguna og hvar við erum í dag. Þannig að kannski fá að heyra frá þér svona hvernig svona byrjaði þetta og hvar erum við í dag? Við erum með 2 hitaveitukerfi í raun og veru á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem við erum með lághitavatn, þar sem við erum að dæla upp heitu vatni í Elliðaárdalnum, Laugardalnum og í Mosfellsbæ. Og þegar Nesjavellir koma til á sínum tíma, þá því blandað við vatnið, lághitavatnið hérna í Reykjavík. Og við það verða útfellingar sem heita magnesíusílikat. Þegar magnesíumið í upphita kalda vatninu frá Nesjavellum mætir hérna kíslinum í lághitavatninu sem við erum að dæla upp. Og við það í rauninni myndast þessu útfellingar sem eiginlega bara eins og grjót inn í lögnum. Og lagnirnar fara úr því að vera verulega sverar niður í ekki neitt bara á mjög skömmum tíma. Og ég man heyrði einhvern veginn að þetta var rétt fyrir jólin einhvern veginn að koma upp einhverju bráðabera dælustöð til þess að í rauninni þrýsta vatninu bara í gegn til þess að halda hita á húsunum við jólin Og þannig svona verður þetta blöndunarverkefni svo kallega til. Að við viljum geta blanda sameina þessar 2 hitaveitur. Bara hreinlega upp á rekstraröryggi og þurfi ekki alltaf að vera svo vatnaskiptum 2 ári Og verkefni okkar snýst það í raun og veru að fjarlægja magnesíumið úr framleiðsluvatninu upp á Hellisheiði og Nesjavöllum til þess að það blandist ekki við þess að verði ekki þessu útfellingar í vatninu þá þegar þetta myndi blandast í Reykjavík. Og þetta náttúrulega hefði þá gríðarlega mikla þýðingu fyrir Orkuveituna í heild sinni, bara það að geta sleppti að vera að reka 2 mismunandi hitaveitukerfi, bara segjum ef að gerist eins og Nesjavellir duttu út hérna í vetur. Þeir hjá Veitum horfðu bara á tankana tæmast á mjög skömmum tíma þegar náttúrulega mesta heitavatnsnotkunin til þess að hita húsið. Þarna hefði verið þetta að bregðast með því að kveikja bara á dælunum þá aftur sem sagt á lághitanum og dæla inn á kerfið til þess að viðhalda ákveðnu magni af heitu vatni alltaf í kerfinu hjá okkur. En það því miður ekki hægt í dag. Við varum að valda ansi miklu tjóni ef við myndum dæla því öllu saman í dag. Nú að því að þetta náttúrulega bara frábær innsýn inn í hvað við erum að gera og nú búið að vera að þróa þetta lengi, veit ég, gegnum Orkuveituna. Og það búið mörg ár í litlum skala að vera að þróa þetta. Nú höfum við tekið næsta skref svolítið upp á Hellisheiði og segjum mér aðeins frá því og hvar við erum svolítið stödd í ferlinu. Já, þetta orðið ansi stórt með hvernig það var. Þetta byrjaði nú bara inn á tilraunastofu þar sem var verið að blanda saman smái SAF framleiðsluvatninu og skiljuvatni til þess að sjá hvaða útfellingar eiga sér stað og í hvaða magni magnesíum og svoleiðis. Svo fór þetta út í það að við fengum 40 feta gámi upp á Hellisheiði, þar sem var settur búnaðar sem við náðum held að vera 0,1 lítur á sekundu í gegnum það kerfi. Það síðan þróaðist upp í aðeins stærri súlu sem við settum upp á Nesjavöllum. Þar náðum við að taka 1 lítur á sekundu í gegnum kerfið. Og núna erum við komin raun og veru í 100 sinnum stærri skala heldur en gámurinn, þar sem við erum að taka 10 lítra á sekundu í gegnum kerfið upp á Hellisheiði. Og þarna getum við verið að prófa þetta í einmitt svona töluvert stærri skala heldur en við höfum getað verið að gera hingað til. Ef að kerfið á ákveðinni stærð, það getur vel verið að útfellingarnar og annað bara verða einhvern veginn allt öðruvísi þegar þetta komið á stærri skala Þess vegna ákveðið að taka þetta í svona skrefum, þess ekki beint hoppa bara úr gámnum beint í risa fjárfestingarverkefni Þetta búið að vera núna í uppsetningu í smá tíma og bara búin að keyra þetta núna í 3,5 mánuð. Og fyrstu niðurstöður að koma rosalega vel út. Þannig að þetta að lofa mjög góð. Og hver raunverulega ávinningun á þessu verkefni fyrir okkur? Frá mínum dyrum séð það rekstraröryggi, númer 1 og 3. Það að vera að reka 2 hitaveitur sem mega ekki blandast saman, það gefur alveg augalega að það alltaf eitthvað sem getur farið illa í því. Ef að við getum blandað þessu öllu saman, þá náttúrulega ef að það kemur fyrir eins og gerðist með Nesjavelli, þeir duttu út þarna í vetur, að bara við náum ekki að framleiða nógu mikið heitt vatn
þá alveg skelfilegt ef að helmingur höfuðborgarsvæðisins fær ekki nægt heitt vatn yfir hávetur. Já, skil. Ef að við erum búin að blanda þessu saman og segjum að komi bílun upp í Nesjavöllum, þá getum við keyrt upp dælurnar á lághitavatninu til þess að keyra meira vatn inn á kerfið, til þess að halda stöðum rekstri á heitu vatni. Þetta er nefnilega svo að segja, sko, þetta eru 2 kerfi svolítið í dag og þau eru ekki þannig að ef slöknar öðru kerfinu, þá getur ekki fært yfir á hitt kerfi í dag. Hins vegar, ef þú ert búin að blanda þessu, ef annars slöknar, þá getur þú fært yfir, af því þú ert búin að laga það. Og það er svona eins og þú ert að segja, og það er svona lykil ávinningur okkar, að þá ertu komið bara með eitt kerfi og þá ertu raun og aldrei að slökkva á öðru kerfinu af því að það er lágheitin og eða Nesjavallavirkjun fer bara út, því þá vitum við það, þá er ekki nóg heitt vatn. Já, það er rosalega mikil ávinningur, en það er þetta náttúrulega sennilega bara eitt með spennandi verkefni sem við erum með hérna hjá Orkuveitunni og Orkunáttúrunnar. Þannig að maður bara bíður spenntur eftir að hvernig árið klárast. Já. Við vitum hann alltaf báðir að þetta er náttúrulega ennþá í tilraunafasa og langt í land ennþá og en eitt svona sem því maður hefur heyrt þetta svona bara, ég hef nú gripið þetta hér og þar sko, sandurinn sem við notum í þetta. Hvaðan kemur sandur, af því að eins og ég skil þetta, þú leiðir þetta mér bara, að það kemur sandur, hann er settur inn í þetta og hann sem safnar á einhvern veginn að tendra það að þetta safnist þetta magnesíum-silíkat saman. Já. Hvaðan kemur þessi sandur? Hann kemur frá Madrid á Spáni. Já. Það er náma bara í miðri Madrid sem að við fáum þennan sand. Og hann er sem sagt, kallast sepiolít, sem að er í raun og veru magnesíum-silíkat. Í raun og veru þegar við sem sagt erum að blanda saman framleiðsluvatninu upp á Hellisheiði og skiljuvatni. Við notum skiljuvatni að það er kísilt í skiljuvatninu sem að er þá bindast við magnesíumið í framleiðsluvatninu okkar. Í raun og veru, ef við myndum ekki nota neitt sand, þá myndi þessu útfellingar eiga sér stað en einhvers staðar seinna í kerfinu. En af því að við verðum að hraða þessum efnaskiptum, þess vegna setjum við sandinn inn í, en þá sem sagt hraðar þessum efnakvörfum sem og hann í rauninni hleður utan á sig. Já. Sandurinn er í rauninni verið ekki bara kyrr. Þetta er ekki eins og einhver stór sandsía þannig séð sem við verðum að þrýsta vatni gegnum. Heldur er þetta gert þannig, við veljum ákveðna korna stærðir af sandi til þess að hafa sandinn alltaf fljótandi. Þú veist, það er vatni að snerta alla fleti á sandinu sem það í raun og veru getur sko. Og ef maður sér myndir til dæmis af þessu sandi í smásjá, þá sér maður hann er í raun og veru bara eins og óbúslega lítill svona svampur. Þann dregur rosalega mikið í sig. Og við finnum alveg þegar við setjum þetta ofan í turnin og búin að vera að keyra í honum kannski í 1 mánuð, þú finnur alveg munin á stærðina á þessu sko. Já. Þegar þú ert tekur hans á þessu. Þegar þetta hliðar á sig, hvað? Fjarlægur þetta síðan bara út? Já. Og hvað gerur síðan við það? Það er ekki alveg komið á hreint hvað við gerum við sandinn, en þetta spænska námufyrirtæki, það er búið að lýsa yfir áhuga á því að fá sandinn tilbaka, svo að kaupa sandinn tilbaka af okkur. Já. Þannig að þeir sjá mjög mikla möguleika í þessu sandi til dæmis, af því að hann er svo duglegur að safna í sig, að þeir mögulega sjá tækifæri í því að geta nota þetta í til dæmis ef það eru olíuslys eða eitthvað svoleiðis, að setja í þannig búna sem að dregur þá í sig olíuna. Þannig að þetta gæti orðið nokkuð umhverfisvæn vara. Já, það er bara alveg rétt. Og nú erum við í, hvað kallast þessi fasi sem við erum í núna? Hvað kallar þetta aftur? Við köllum þetta sannreynslustig. Já. Hvað ætlar að vera lengi í því stigi? Við verðum núna að reka turnin út þetta ár. Okay. Og þannig að við ætlum að vera með svör núna á þessu ári hvort að það verður af þessu verkefni þá, sem þetta fjárfestingarverkefni eða ekki. Og þannig eftir þetta ár og eftir þetta sannreynslustig þá vitum við raun og veru hvort þetta virkar. Já. Það er basically þess að við erum svolítið að fara að tjekka nú og eftir það þá getum við raun og fara að segja að við ætlum að fara að stað bara í álveru fjárfestingar og álveru uppbyggingu. Já. Og við sjáum það svolítið núna, það reyndar ekki að vera staðfest, en við sjáum það núna, ef við getum svarað þessa spurningu, hvort þetta verði af eða ekki, að þá í rauninni yrðum við að besta svolítið framleiðsluferlið hjá okkur, til þess að reyna að vera að geta svarað þeirri spurningu síðan sem kemur í framhaldi. Hversu stór þarf búnaðurinn að vera? Já. Því að núna með þennan turn, við erum með hann er 80 cm í þvermál og 8 metra hár. Já. Þannig að þetta er alveg svolítið flikki og við erum ekki að taka nema 10 lítra á sekundu í gegnum hann að hámarki sko. Og hvað ætlar hann á mörgum lítrum á sekundu? Verðum hann á öllu.
sem er, Já, það þarf að trýta veistu hvað er mikið? Já, við erum núna að framleiða 950 lítra cirka upp á Hellisheiði. Það er núna að vera að stækka þetta upp í 1550 lítra með möguleika á að stækka þetta upp í minni með 1900 lítra. Og á Nesjavöllum erum við minni með 1550 lítra í dag. Ég veit ekki alveg hvort það sé. Jú, það er líka markmið að stækka það líka, sko. Já. Þannig við erum að tala við þurfum að 200-falda gegnum flæðið miðað við núverandi. Það er bara, við skulum vona að sé alltaf ekki 200-falda hérna tækin. Það er nefnilega, það síðan kemur síðan hérna í framhaldi. Ef við finnum aðferð sem að gera það verkum að virknin er 20% meiri, þá er búnaðurinn 20% minni. Það er að tala um einhverju 100 milljóna bara í sparnað bara á búnaði, sko. En nú er þessi tækni vantarlega ekki, hún er ekki ný beint að búið til magnesíum-silíkat, það er vantarlega ekki nýtt. Það er bara þekkt efnasamband. En samt er það sem við erum að gera, þetta er náttúrulega alveg uník. Já, sko í rauninni ferillin sem við erum að gera er alveg nýr. Já. Ráðgjafafyrirtækið sem að við studdust við frá Hollandi, þeir eru aðalega að trýta kalt vatn út í Hollandi. Þeir eru að meðhöndla kalt neysluvatn. Við erum sem er ekki undir þrýstingi, sko. Já. En til þess að framkalla magnesíum-silíkat efnahvarfið, þá verður þetta að vera undir ákveðnu hitastigi og undir ákveðnu þrýstingi. Já. Þess vegna er tankurinn í okkur, hann er alveg lokaður og er undir þrýstingi. Og við erum með í honum alveg 85 til 90 gráður eitthvað svoleiðis. Já. Þannig í raun og veru 26 næsta ári, þá ættu við þannig séð að vita hvort við getum haldið áfram og þá ætti uppbyggingin að hefjast í raun og veru og út frá því, sko, og hvað, 2 ári eða eitthvað cirka myndi ég bara gíska á svona, þá ættu við geta verið komið með þetta í raun og veru fulla nýtingu upp á Hellisheiði. Ef allt gengur vel. Já, ertu þá að tala eftir 2 ár þá að blöndunum? Frá 26 til 20, í kringu 28 cirka bát. Já. Er það raunhæft? Ég myndi frekar horfa svona 3-5 árin, sko. Já. Því að þetta er alveg tölvöld meira en segja. Það þarf að byggja alveg sér húsnæði undir þetta og tengja allar lagnir að nað og ég myndi halda þetta að vera raunhæfara á svona 3-5 árum eitthvað svoleiðis. Allavega svona mín tilfinning. Menn þetta er eins og segið, þetta er náttúrulega bara tilraunastig og það er nú það sem við bara spáum og spekulurum í þetta. En já, þetta er bara mjög spennandi verkefni og eins og segið, sagan hefur allavega kennt okkur þetta getur spara ansi mikið og er mjög bara gaman að sjá hvernig það þróast þessu ári. Einn svona í lokin, er þetta gaman að vinna við þetta verkefni? Þetta er mjög skemmtilegt. Mjög svo skemmtilegt. Þetta er bara bæði krefjandi og mjög spennandi verkefni. Þess að hefur mikinn og skemmtilegan tilgang. Og svo bara óbúslega gott að vinna fyrir Orku-Náttúrunnar. Það er bara óbúslega flott teymi sem er að vinna með þetta fram. Já, fínt að klára þetta þessum mótum. Já.